Það ekki ofsagt að ferill Jóns Nordal sé samofinn mikilvægu mótunarskeiði íslenskrar tónlistar. Hann útskrifaðist sem píanóleikari undir handleiðslu Árna Kristjánssonar frá Tónlistarskólanum í Reykjavík 1948, 22 ára gamall, og hélt þá til Evrópu þar sem hann viðaði að sér frekari þekkingu og reynslu í bæði píanóleik og tónsmíðum næsta áratuginn. Jón varð fyrir miklum áhrifum af tónlist margra framúrstefnu tónskálda eftir stríðsárana og þegar hann sneri heim til Íslands tók við uppfræðslustarf og kennsla samhliða píanóleik og tónsmíðum. Hann var skólastjóri Tónlistarskólans í Reykjavík árið 1959 og hélt þar áfram kennslu bæði á píanó og í hljómfræði en hefur þó aldrei tekið að sér kennslu í tónsmíðum. Á þeim 33 árum sem Jón var skólastjóri Tónlistarskólans snerti hann beint og óbeint þroska og mótun margra kynslóða íslensks tónlistarfólks. Jafnframt því að leita nýrra áhrifa og þróa tónsmíðatækni sína og persónulegan og einstakan máta hefur Jón einnig samið sönglög sem eiga eftir að lifa með þjóðinni ókomna tíð. Auk tónlistarkennslunar og tónsmíðana hefur Jón komið fram sem einleikari meðal annars í eigin verkum bæði með Sinfóníuhljómsveit Íslands og erlendum hljómsveitum. Jón stofnmeðlimur og fyrsti formaður Músíka Nova en sá félagsskapur tónskálda og hljóðfæraleikara vann ómetanlegt brautryðjandastarf á 7. áratugnum með kynningu framandi nýrra strauma og stefna í alþjóðlegu tónlistarlífi. Tónlist Jóns spannar gríðarlega breitt svið, kórverk og einsöngslög, einleiksverk og stór hljómsveitarverk. Allt býr þetta yfir því jafnvægi, yfirborðs og innihalds sem lýst hefur verið sem innihaldsríkri afleiðingu einarðrar glímu við fjölbreyttan efnivið. Jón Nordal heiðursverðlaunahafi Íslensku tónlistarverðlaunanna 2010. Heiðursverðlaun Íslensku tónlistarverðlaunanna. Það minnir okkur á það að eins og hér hefur komið fram þá á tónlistin sér engin landamæri og hún nær líka yfir marga tíma. Og við getum verið þakklátt fyrir það að eiga svo marga góða tónlistamenn sem ekki aðeins hafa unnið stórkostlega afrek á sviði listarinnar, heldur líka sé okkur hinum fyrir því að fylla okkur þeirri hreinu lífsorku sem felst í tónlistinni. Og ég held að fyrir það getum við öll verið þakklátt. Og ég sé að þessi salur hér alveg sérstaklega þakklátur fyrir framlag manna eins og Jóns Nordals til íslenskra tónlistar og íslensks menningarlífs til hamingju. Þakka fyrir þennan óvænta og mikla heiður
að fá þessi heiðursverðlaun í kvöld. Það er svona sólskinsdagur fyrir gamlan mann. Því að ég er nú eiginlega eldri heldur en skrattinn og eldri en ég lít út fyrir að vera. Það vantar á mig grá hárin. En þannig er að ég er búinn að vinna í 70 ár í músíkbransanum. Það hefur á þeirri vegferð hef ég unnið með eiginlega flest öllum fremstu tónlistarmönnum landsins, bæði innlendum og erlendum. Það er fólki sem hefur haft grundvöll að þessu blómstrandi tónlistarlífi sem við lifum við í dag og sem vonandi verður enn meira á næstu árum. Ég vildi hérna minnast þessa fólks og biðja ungu kynslóðina og að minnast þeim með mér og gleyma ekki þessu fólki sem er unnið svo mikið starf fyrir þjóðina. Ég ætla nú ekki að hafa þessi orð fleiri. En þakka fyrir enn og aftur og óska ykkur öllum alls góðs og kveðja hér með og þakka fyrir mig.